daginn og velkomin í Silfrið. Við ætlum seinna í þættinum að fjallum vask á ferðaþjónustu, fáum hingað Benedikt Jóhannesson, fjármálaráðherra og Helgu Árnadóttur frá samtökum ferðaþjónustuna. Þau ætla að takast á vaskinn á ferðaþjónustuna. Við ætlum svo að fjallum, það er ábyggilega stærsta máli sem við fjöllum í þessum þætti. Það er fyrirbæri sem heitir CRISPR og það er ótrúlega bylting á sviði erfðavísinda og líftækni og felur jafnvel í sér að það verði hægt að fara útrýmingarsjúkdómum en líka hanna börn og þetta eru meiri inngrip inn í náttúruna en við höfum áður þekkt. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins með Ólafi Ísleifssyni hagfræðingi, Ólínu Kjerúlf Þorvarðardóttur, þjóðfræðingi og fyrrverandi alþingismanni, Þóru Kristínu Ásgeirsdóttur blaðamanni og Sigmundi Erni Rúnarssyni, fjölmiðlamanni. Ég ætla að byrja á þessum deilum ferðaþjónustuna sem við ætlum að tala á eftir. Þessar deilurnar vaskinn á ferðaþjónustuna og hvort að ferðaþjónustan þoli þessa hækkun á virðisaukaskatti og náttúrulega móti kemur að hér finnst manni alltaf springa af ferðamönnum. Ólafur. Já ef við bara leggjum út af svona megin prinsipum í skattlagningu, þá náttúrulega eðlilegt að það sitja allir við sama borð. Hitt annað mál að þetta svona grein sem hefur farið vaxandi og í vexti og hún ennþá viðkvæm, ekki síst út á landi. Þessi áform eru sett fram í samhengi við ríkisfjármálaáætlun, þau eru ekki sett í samhengi við áætlun uppbyggingu og frekari þróun þessarar atvinnugreinar sem hefur orðið mikil lyftistöng hér og getur orðið mjög mikilvæg í framtíðinni fyrir okkur Íslendinga. Þannig að það afar mikilvægt að það sé vel haldið á málum í þessum efnum. Já. Nú þekkja það allir menn hér að við erum hér með það sem stundum kallað innviðir, samgöngukerfi og annað sem ekki hefur fengið þá endurnýjun og ekki einu sinni viðhald sem að þörf krefur. Nei. Og hefur orðið fyrir miklu álagi af völdum þessa þunga ferðamannastraums hér. Það er engin umræða það að nýta þetta fé til slíkrar uppbyggingar, hvað þá að það sé útskýrt akkur það gífurlegu skatttekjur sem hafa fallið ríkissjóði í skaut vegna þessarar atvinnustarfsemi á umliðnum árum, akkur það hefur ekki nýst til slíkrar uppbyggingar. Þannig að ég vil leyfa mér að hvetja til þess að menn fari nú með ákveðinni gát hérna í þessum efnum. Já. Líka að það sé svona veittur minnsta kosti eðlilegur umþóttunartími eins og fram hefur komið í máli forsvarsmanna í ferðaþjónustunni að þá eru fyrirtæki í þessari grein, þau þurfa að taka ákvarðanir allangt fram í tíman og þeim það mikið nauðsyn að þau viti að hverju þau ganga í skattalegum efnum. Það líka auðvitað ástæða til að nefna það að þessi atvinnugrein, svona rétt eins og útflutningsgreinar, í þeirri aðstöðu að gengi krónar hefur styrkst að mjög miklu mun á umliðnum, misserum getum við sagt, og það auðvitað skapar ákveðin vanda fyrir þessa grein. Þannig að ég myndi nú svona hvetja til þess að þetta yrði svona að lágmarki sett í samhengi við áætlun framþróun og uppbyggingu þessara greinar sem framtíðar atvinnugreinar og megin burðarás í íslensku efnahags- og atvinnulífi. Ólína, þú náttúrulega þekkir til út á landi og Vestfjörðum og svona. Já, en aðeins komið nálægt ferðaþjónustu, þetta beggja vegna borðs. Ég hlynnt því að atvinnugreinum sé ívilnað tíma meðan þær eru að fóta sig og meðan ferðaþjónustan var í vexti og var viðkvæm, þá fannst mér eðlilegt að ívilna henni. Núna held ég hins vegar hún sé búin að slíta barnsskónum og ég svona persónulega ekkert mjög höll undir það sé verið að mismuna atvinnugreinum neitt frekar heldur samfélagshópum varðandi skattlagningu, hvort sem það virðisaukaskattur, tekjuskattur eða annað. Hins vegar skortir mjög, finnst mér, forsjá og heildarstefnumótun í málefnum auðlindanýtingar og atvinnuvega á Íslandi. Hvar auðlindasjóðurinn sem við áttum fyrir lifandis löngu að vera búin að setja hér á laggirnar til þess að taka við tekjum frá þeim atvinnuvegum sem þrífast á auðlindanýtingu, ferðaþjónustu, sjávarútvegi, svo við gætum byggt upp innviði, byggt upp hér samfélagslegt kerfi.
það bólar ekkert á því og svo umræða hvergi. Mér hefði fundist eðlilegt að menn væru frekar í langtíma stefnumótun varðandi það og við erum búin að vita það lengi, að það væri von á þessari sprengingu í ferðaþjónustunni. Það ekki eins og þetta sé að koma okkur öllum á óvart núna. Þannig að ég kalla eftir meiri framtíðarsýn og meiri heildarhugsun í málefnum atvinnuvega eins og ferðaþjónustunnar. Já. Til þess að það sé hægt að byggja, því að svo erum við með náttúrulega lítið samfélag sem viðkvæmt, innviðirnir eru bara við það að bresta sums staðar undan ágangi bæði ferðaþjónustu og líka vegna þess að stjórnvöld hafa einhvern veginn ekki haft forsjá eða fyrirhyggju til þess að standa að uppbyggingunni eins og vera bæri. Hér eru vegir að slitna í sundur, hér heilbrigðiskerfið alveg komið bara nánast að falli í langvarandi fjársvelti og eins og Ólafur segir, hvar eru áætlanirnar það hvað eigi að gera til dæmis við tekjurnar sem skapast af þessari auknu af hækkuðu hlutfalli virðisaukaskatts. En hvað segir þið, Þóra Kristín, þú nú á Suðurnesjum, það sem Keflavík, það náttúrulega gríðarlegur uppgangur í Keflavík, flugvöllurinn og allt það hefur allt breyst þar, en þetta einhvern veginn, manni finnst þess að þetta sé einhvern veginn komið, sé einhvern veginn að fara út yfir öll mörk. Já, ég meina, ég segi bara loksins að þá á að gera eitthvað í að skattleggja ferðaþjónustuna til þess að byggja upp innviði. Það ekkert óeðlilegt að stærsta atvinnugreinin greiði sitt til samfélagsins og það í rauninni mjög skrítið eins og málum háttað að hún eigi að fara á einhverjum sérstökum afslætti í gegnum lífið. En hins vegar þá virkar þetta sem mjög óheppileg tímasetning til þess að setja á svona aðgerð. Þótt að það sé gefinn drjúgur fyrirvari, 15 mánuðir, það ekki? Og það hefði kannski verið betra að gera þetta þannig að eins og var rætt þetta nú búið að vera verkefni að borðum tryggja ríkisstjórna og það hefur ekkert gerst. Það hefði kannski verið betra að gera þetta með gistináttagjöldum eða komugjöldum tímabundið yfir sumarmánuðina. Þetta kemur væntanlega illa við ferðaþjónustufyrirtæki út á landi, ekki kannski á Suðurnesjum eða í Reykjavík, en þetta kemur illa við ferðaþjónustu út á landi sem þarf að reiða sig á 4 mánuði, sem þarf að reiða sig á sumarmánuðina, jafnvel 3, og þarna búin að skuldsetja sig miðað við skattaumhverfið eins og það núna. Já. Þannig að það væri hægt að dreifa þessu vegna þess að yfirfull hótel í Reykjavík geta vel greitt sitt til samfélagsins. En það gegnir kannski öðru máli. En það náttúrulega merkilegt að sjá til dæmis, ég var bara að skoða ganni verðin á hótelgistingu hérna á álagssvæðinu, það eru rosalega há. Rosalega. Og líka til dæmis að margir hafa leitað í Airbnb, nú verðið til dæmis að Airbnb líka árið alveg rosalega há. Á þessu álagssvæði sem kannski Suðvesturland og svo út að Hornafirði eða eitthvað staðar þar. En mér finnst það eitt sem... Svo var reyndar sagt að Mývatnssveitin væri uppselt, ég heyrði bara í dag að Mývatnssveitin væri uppselt í sumar. En það truflar mig hins vegar við þessa umræðu, mér finnst viðbrögðin vera slík og við erum öll í rauninni sammála að það vantar alla stefnu sem að fylgir þessari ákvörðun úr hlaði, hvernig á að byggja upp innviði, það vantar greiningu á því hvernig þetta kemur við efnahagslífið, við megum ekki kippa fótunum undan þessu og ég held að niðurstaðan verði svo eða það sé mikil hætta á því að það gerist bara ekki neitt, það verði fallið frá þessari ákvörðun og við sitjum áfram uppi með að við erum ekki að hafa þær tekjur af ferðaþjónustunni sem við ættum að hafa, sem ætti að nýtast okkur í uppbyggingu inni. Sigmundur. Já, mér finnst þetta að vera of bratt af stað farið og þetta grein sem þarf að skipuleggja sig mjög langt fram í tímann, jafnvel 4-5 ár og þess vegna hefði átt að gefa meiri umþóttunartíma til þess að hækka virðisaukaskattin á þessa grein sem í sjálfu sér eðlilegt þegar að framlíða stundir. Jú. Og þessi grein á að sitja við sama borð og aðrar atvinnugreinar. Ég minni hins vegar á að við höfum verið að ívilna stóriðju í áratugi, þannig að það eru dæmi það að við séum að ívilna jafnvel erlendum stóriðjum og öðringum svo áratugum skiptir. Svo myndi segja við höfum ívilna sjávarútvegi líka. Ívilna sjávarútvegi líka. En svo hinn hlutin af þessu hvort að það séu komnir of margir ferðamenningar til landsins og við þurfum að stemma stigu við fjölgunni. Ég held að svo sé ekki. Við getum borið okkur saman við til dæmis Mallorca sem náttúrulega mjög fræg ferðamannaeyja í Miðjarðarhafi
að þar eru 21 ferðamaður á hvern íbúa að meðaltali. Hér staðan 7 á hvern innfæddan á hverjum tíma. Þannig að við höfum langt í land með það að vera á pari við til dæmis Mallorca. Ég held við höfum að dreifa þessum ferðamönnum betur yfir árið og betur yfir landið. Það er þetta að koma miklu meiri straumi inn til dæmis Akureyrar og Egilsstaða með því að nota það fjárfestingum sem það er fyrir. 98% útlendinga fari gegnum Leifsstöð og með þessu móti getum við tekið á móti fleiri ferðamönnum. En hvað skattlagningu varðar og þína spurningu þá er þetta bratt farið. Þetta er ósanngjarnt gagnvart greinum. En þú segir Leifsstöð, það nú er það þannig að maður dauðkvíðir fyrir því að fara í gegnum Leifsstöð því maður það er bara og það verður í sumar, maður er bara óttast að það verði einhvers konar neyðarástand í sumar en það er stefna íslensku flugfélagana að flytja svo mikið af farþegum hér yfir hafið í þessum transitflutningum að manni finnst eins og flugvöllurinn sé algjörlega sterkur. En það er eitt sem við þurfum kannski líka að svara sem þjóð. Viljum við vera ferðamannaland með massa ferðamennsku? Ég hef búið í þorpi í Danmörku þar sem að breyttist í svona ferðamanna bara frímerki á örfáu mánuðum og það var til þess að íbúarnir bara fluttu burtu á sumrin. Sumstaðar á Íslandi er ástandið orðið þannig að manni finnst maður að vera gestur í eigin landi og við þurfum líka huga aðeins að þolmörkum þessarar þjóðar gagnvart svona örri breytingu sem að virðist vera að eiga sér stað með ferðaþjónustunni. Svo eitt sem ég langar til að nefna líka, það er komin svolítið grátur í ferðaþjónustuna, svolítið svipaður LIU grátnum sem að við könnumst við frá gamalli tíð. Það er engin búmaður nema hann barmi sér og það er svolítið í eðli hagsmuna afla að barma sér þegar stendur til að taka stjórnvaldsákvarðanir sem eru á einhvern hátt íþyngjandi. Við verðum að horfast í augu við það með ferðaþjónustuna. Það er komið ákveðnum þolmörkum hjá okkur og við erum ekki alveg í stakk búin líka til þess að svara þjónustuþörfinni. Þess vegna er líka svolítið hættuleg og erfið þessi umræða og þetta ákall að fara að banna Airbnb og fara að stoppa það til þess að þeir sem fyrir í greininni geti notið sinna eigin fjárfestinga. Takið eftir því, þetta er sama umræðan átti sér stað í sjávarútveginum þegar var verið að koma kvótakerfinu á. Við þurfum svolítið, finnst mér, meiri heildarhugsun og stjórnvöld þurfa að vera bara svolítið köld, finnst mér. Fjarlægir sig svolítið þessari hagsmunatengdu umræðu til þess að byggja upp skikkanlega stefnu og umgjörð utan þessa Svo er líka spurningi hvernig við skiljum landinu til komandi kynslóða vegna þess að stóra spurningi sem blasir við okkur líka hvernig við manngerum íslenska viðkvæma náttúru. Eigum við að fela Gullfoss í göngustígum og alls konar pöllum? Eigum við að leggja göngustíga yfir öll svæði sem eru mjög viðkvæm og er sátt það að íslensk náttúra sé aðal söluvaran í massatúrisma? Ef við förum út í massatúrisma þá erum við náttúrulega á leiðinni þangað og ég held að við ættum alls ekki að vera þangað og í framhaldi af því sem Ólína sagði, þá er það náttúrulega vandamál íslenska stjórnmála er að hagsmunaöfl stjórna umræðunni og stjórna pólitíkina. Mér okkar bara að nefna þetta að fjölgun ferðamanna hefur verið alveg gífurlega hröð og við náttúrulega kannski ráðum minnst það og að sá vöxtur sem hefur verið hérna frá ári til árs, hann er á mjög svona bröttum ferlið maður bara skoðar fjöldatölur. Og það er þetta mjög þarft að menn ræði þessi mál í samhengi við þolmörk ferðamannastaða. Það er náttúrulega alveg augljóst mál að það er mjög nærri sumum stöðum hérna gengið og ófullnægjandi verndarástafanir sem hefur verið gripið til á ýmsum stöðum sem er óþarf að nefna, menn vita allir hvað er verið að tala. Það er þetta alveg nauðsynlegt að stefnumótun þessari grein sé á forsendum sjálfbærni og þessara svona sjónarmiða sem eru eðlilegir í þessu sambandi en ég held að við verðum að átta okkur á því eins og hérna var nú nefnt á það að við ráðum þessu kannski ekki öllu leyti sjálf. En það eru náttúrulega dálítið flugfélögin sem eru að ráða þessu sem eru náttúrulega stærstu hagsmunaáhrifin í þessu. Það eru náttúrulega þeir sem ráða þessu eru þeir sem eru að taka einstaklingsbundnar ákvarðanir það að verja sínu ferðafé til að koma hingað. Og það er náttúrulega mjög auðvelt að komast hingað á ódýran hátt sem var ekki áður. Það eru hátt í 30 flugfélög sem núna sinna Íslandi.
Og ég meina, Æsland með sko 40 áfangastæði. Og Vá að verða sko stærri nást ekkert. Svo annað í þessu sko að velmegun í heiminum fer vaxandi og meðal vöxtu ferðaþjónustunni í heiminum 4% ári. 30% hér, jafnvel þó að það dreigi úr því þá þið samt sem áður alltaf aukning hér á landi bara út frá aukinni velmegun. Það er rétt, við höldum að við lifum á svo hræðilegum tímum en það kannski eitt dæmi velmegunna fólk. Má ég líka bæta við þessu? 300 milljónir Indverja á faraldsvætti. Má ég líka bæta við þessu sko, að einhvern veginn þá óamanni þetta að það skuli engar raunhæfar áætlanir vera hérna til það álag sem þetta veldur á ýmsa þætti okkar sko þjóðlífi. Lítið bara þetta sko hvar nauðsynleg fjölgun í sko lögregluliði landsmanna, hvar nauðsynlegur viðbúnaður í heilbrigðiskerfi landsmanna vegna alls þessa fjölda fólk sem að hingað kemur og svona mættu þetta áfram telja. Þannig að sko það eins og við höfum svona glatað ákveðnum það svo ákveðin svona tími hafi farið í súginn hérna. Við höfum verið andvaralaus og þá ég kannski ekki síst að tala stjórnvöld í þessu sambandi en það auðvitað ekki of seint að bæta úr skák og þess vegna það í mínum huga aðalmálið að sko nálgast þessi mál með skipulegum hætti, læra af öðrum og setja þessi svona skattlagningamál auðvitað þannig að þessi grein getur ekki búist við því að hún sko njóti einhverja sérkjara hér til frambúðar. En að það sem minnskosti tekið eðlilegt svona tillit til viðkvæmra stöðu fyrirtækja þegar að ákvarðanir þetta mál eru teknar. Nú að fara aðeins annað, sko þetta náttúrulega partur af þessari ríkisfjármála áætlun og annað sem í þessari ríkisfjármála áætlun það sem að fá gríðarlega hörð viðbrögð, það eru heilbrigðiskerfinu finnst að sér vegið, háskólanum finnst að sér vegið og háskólunum, já, og svo sko náttúrulega ósamhljómur í ríkisstjórnin út af þessu, það eru stjórnarþingmenn sem á móti þessu og manni finnst þetta með þess að ægin í liðinu hjá Sjálfstæðisflokknum sé ekkit sérstaklega mikill þessa dagana sko. Það var talað það í einu þætti hjá mér að þar væri komnir villigeltir til sögunar í Sjálfstæðisflokknum. Ekki villigeltir, þetta villigeltir. Villigeltir, ekki villikettir. En hvað sem því líður þá náttúrulega sko stjórnin ekkert sérstaklega samstiga í þessu máli, það alveg áberandi og sumum til skemmtunar. En mér finnst sko forgangsröðunin ekki augljós í þessari ríkisfjármála áætlun. Ef ríki á að vera að gera eitthvað þá að hlúa á heilbrigðisþjónustunni, hlúa að menntakerfinu, löggæslu og vegum, svo við komumst á milli og komum vörunum okkar á markað. Mér finnst forgangurinn ekki vera þarna. Og mér finnst þetta að vera svolítið svona embættismannalegt. Það ofboðslega lítil pólitík í þessari ríkisfjármála áætlun. En eins og þetta hafi verið unnið fyrst og fremst af embættismönnum. Og eiginlega merka íslenska embættismenn eru miklu valdameiri heldur en nokkurn tímann pólitíkusumir. Sko þetta kemur náttúrulega sömuleyti sko dálítið af þessu sko arfleifð frá tíma Bjarna Benediktssonar þegar hann var fjármálaráðherra og sem að síðan hann erfir hann Benedikt. Þetta svarar ekki kalli sko þjóðarinnar frá undanliðnum misserum sem vill sko hvað 80% snertir styðja betur við heilbrigðisþjónustuna. Þannig að það ekki verið að svara kalli þjóðarinnar með þessari ríkisfjármála áætlun. Fólk mjög annt heilbrigðiskerfið, fólk mjög annt mentakerfið og innviðina, löggæslu og það ekki verið að svara því kalli í þessu. Þetta svar við einhverju allt annarri þjóð heldur en býr hérna í þessu landi. Já, ég verð að taka undir þetta því að sko, og það ekki allt sem sýnist í þessari fjármálaáætlun heldur. Það verið að sýna ákveðna aukningu milli ára í krónum talið, en svo sko í einstaka liði, en svo þegar þú skoðar þá sérðu að það að fara kannski í stofnkostnað, eitthvað allt annað heldur en þjónustu og uppbyggingu þetta á bæði við skólastigið og menntakerfið og heilbrigðiskerfið. Og sko við erum með heilbrigðiskerfi sem í svo alvarlegum vanda að það ekki ásættanlegt að sé birt hér 5 ára fjármálaáætlun sem gerir ekki, sko stígur engin raunhæf skref til að byggja upp undirstöðurnar varðandi heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Hér eru einkavæðinga áform uppi og eru svolítið eins og flugna sveimur í umræðinu búin að vera síðustu mánuði og misseri. Samt sýna allar kannanir að 84% Íslendinga vilja að heilbrigðiskerfið sé rekið á forsendum hins opinbera og á ábyrgð hins opinbera. Fjölþjóðlegur samanburður sýnir að félagsleg heilbrigðiskerfi þau koma betur út í öllum samanburði, bæði varðandi kostnað, varðandi lýðheilsu, varðandi rekstrarhagkvæmni og skilvirkni.
Samt erum við hér á Íslandi í hugmyndafræðilegu tómi varðandi þessa viðkvæmu þjónustu sem að hinga til hefur verið samfélagsleg sátt að eigi að vera rekin á samfélagslegum forsendum sem samfélagslegt, samfélagsleg lífæð. En þetta náttúrulega svolítið mikið flækja í allir þessari einkavæðingu og einkarekstri. Við erum náttúrulega með allt þetta sérfræðingakerfi sem einhvern veginn fóðrar sjálft sig og eiginlega alveg stjórnlaust. Þá kemur aftur að þessu stefnuleysi sem ég var að tala Sko það einhver ómenning við íslenska stjórnsýslu. Íslensk stjórnvöld að virðist vera sama af hvaða toga þau eru bara svo sofandi unglingur í óreiðu herbergi. Það eru gluggar og veggir og húsgögn en undan sænginni skríður ykkur unglingur sem slæmir til höndum og veit eiginlega ekkert hvar hann á að byrja. Þetta bara, ég er að upplifa þetta svolítið svona. Ólafur. Já. Við byrjum á þessari ríkisfjármálaáætlun. Já. Sko. Eitt þetta, það að inn í ríkissjóð flæði núna fé í svo stríðum strömmum að annað eins hefur aldrei sést. Samt engin peningur til eins og eins. Nákvæmlega. Þá nota menn þensluhættuna sem röð. Nei, býttu. Þeir eru eftir raun og vera að byggja upp. Svo er hann bara ekki sagður vera til. Þannig að sko, af hverju er þetta svona? Jú, allavega einskýring þessi að það er eins og að, sko, þið opinbera hafi náttúrulega mist algjörlega stjórn á launaþróun í opinbera geranum. Þetta fer náttúrulega mjög mikið í launagreiðslur. Þannig að þessi stóru viðfangsefni sem eins og Sigmundur var að lýsa og því hérna inn, sem að náttúrulega augljóslega brenna á þessari þjóð og náttúrulega kom svo skýrt fram í aðdraganda kosningana. Þar var, ég meina, það stóð bara öllum mönnum, heilbrigðismál, skólamál og svo framvegis. Af því þeir voru nýbúin að tala við þjóðina sína. Já. Og núna er sagt, þú veist, svo ég nefni nú bara skólana sérstaklega, það er sagt að það er búið að setja hérna heilbrigðismálin í forgang, þeir kannast nú ekki við það í hérna heilbrigðisgerðanum og þess vegna eiga skólanir að sætta sig við það að búa við áframhaldandi fjölsveldi. Ég meina á alþjóðlegan mælikvarða, ef við erum á OECD, þá stöndum við ekki vel varðandi fjármögnun háskólana. Við náttúrulega undir meðaltali. Við erum undir meðaltali og við erum náttúrulega ekki nálagt sko Norðurlandunum. Þannig að þetta eru þetta mikil hættumerki. Ég meina það eru þetta ágætt að það sé fullt af störfum hérna við það að búa rúm og bera fram hérna mat og drykk og allt saman það er ágætt. En ég meina sko hagsæld þessara þjóðar, hún náttúrulega hlýtur að vera fyrst og fremst reist á því að hér sé menntað fólk og heilbrigt og traust menntakerfi sem að stenst alþjóðlegan samanburð. Þóra, þessi ríkisfjármálaáætlun. Já, ég spyr, hvar er heilbrigðisráðherra í þessu öllu? Hvar er Óttar Proppé? Ég meina, nú er búið að koma fram alveg gríðarlega hörð gagnrýni frá stjórnendum Landspítalans á þessa áætlun, en það heyrist ekkert í Óttari Proppé. Eða misti ég á því? Jú, reyndar sko, hann var nú í þætti í gær og ég ætla bara að segja eins og að hann var alveg til í að koma í þáttinn hérna, en það var kannski, ég ætlaði að bíða með hann aðeins í betri tíma. Hann er ekki á þessum flótta sem að menn kannski segja, en hann er óneitanlega í erfiðri stöðu og það er eitthvað engin ráðherra sem er sótt jafn rosalega hart að og Óttar Proppé. Sko, mér finnst hann er með svo viðkvæman og stóran og mikilvægan málaflokk. Hann sóttist eftir þessu embætti. Er það? Mér finnst eins og Sjálfstæðisflokkurinn hafi ákveðið að taka sér sko útfararstjórn í pólitísku lífi Óttars Proppé þegar það útlitað honum embætti heilbrigðisráðherra. Ég held að það sé engin tilviljun. En það sem við erum að sjá í rauninni í heilbrigðismálum, það er klassískt dæmi einkavæðingu. Og einkavæðingu í rauninni sem að gengur algjörlega í berhögg við vilja þjóðarinnar, eins og Ólína kom hérna inn á. Það er verið að undirbúa jarðveginn og þetta í rauninni, hvað maður að segja, hnútakast milli landlæknis og Óttars Proppé daginn þar sem Óttar Proppé var búinn að liggja undir feldi í margar vikur til að hugsa sig hvort hann ætlaði að leyfa hérna einkasjúkrahús. Hann kemur síðan undan þessum sama feldi og lætur eins og máli koma hann ekki við. Því að landlæknir hafi raun ákveðið að leyfa hérna einkasjúkrahús svo lengi sem að sjúkratryggingar semji ekki að greiða niður þessar aðgerðir að þá megi einkasjúkrahúsið starfa, að það kom ekki honum við.
landlæknir segir aftur móti að þetta sé algjörlega á hinn veginn og ég meina ef maður fekk einhvern tímann á tilfinninguna að þetta væri stjórnlaust batteri að menn væru að þeir sem ættu kannski að gæta að hagsmunum almennings í þessu þeir væru ekki á vaktinni þá var það þarna. Óttar svolítið í þeirri stöðu hvort hann eigi að festa stjórnleysið í sessi og auðvitað það þannig að sko, það gríðarlegur einkarekstur nú þegar í heilbrigðiskerfinu á Íslandi og hefur verið í langt árabil og sífellt að aukast en sko nú það Óttars að taka af skarið, sína sína pólitík hann hefur ekki sýnt sína pólitík fram til þessa hann hefur kannski ekki baklað hann í fullum færum til þess að gera það hann kaus þetta embætti og það var tiltölulega mikill friður þetta embætti meðan Kristján Þór Júlíusson var heilbrigðisráðherra á síðasta kjörtímabili og var eiginlega einir ráðherrann sem kom svona nánast óskemmtur út frá því tímabili. Núna standa öll spjót á Óttari og það er hans að taka af skarið. Hann greinlega svolítið að koðna niður í sínu embættismannakerfi sem sennilega ræður meira heldur en hann þegar lengst tíma líður og hann getur bjarga sínu flokki, hann getur bjarga sínu pólitíska ferli með því að taka af skarið og setja strik í sandinn. En hann þorði það greinlega ekki. En miðað við þessa fjármálaáætlun sem að hann og ráðherra ríkisstjórnarinnar styðja, þá bara lítil von til þess að gerist mikið í þessum heilbrigðismálum. Það það sem svo átakanlegt. Við sjáum ekki að áform að minnka greiðsluþátttöku sjúklinga nái fram að ganga miðað við þessa ríkisfjármálaáætlun. Nú eru fréttir af því að það enn og aftur komin upp lyfjakvóti sem gerir það að verkum að það ekki veittar heimildir til þess að panta ný og betri lyf, lífsbjargandi lyf eins og krabbameinslyf og annað, af því að kvótinn búinn í apríl-maí. Þetta umræða sem við erum búin að standa í síðan 2014-15. Og Óttar Proppé heilbrigðisráðherra en hann styður fjármálaáætlun sem gerir það að verkum að það þrengir stöðugt að sjúklingum og fólki sem þarf á þessari viðkvæmu og lífsbjargandi þjónustu að halda. Auðvitað þetta grafalvarlegt mál. Það enda verið að breyta greiðsluþátttökukerfinu á morgun, 1. maí, þannig að þeir sem mest þurfa heilbrigðisþjónustuna að halda borga minna, en það þarf að breyta svo líka hvað lyfin varðar. Já, ég veit, en svo horfir það á fjármálaáætlunina sem eru grundvallandi fyrir öll fjárlög sem sett eru og fjárlögin virðast alltaf ákvarða það hvort að hægt að fara í það sem að Alþingi hefur samþykkt, samanber samgönguáætlun sem ófjármögnuð. Mér langar að fara svolítið annað. Varstu með eitthvað mikilvægan punkt? Nei, ég ætla bara að segja það að þetta sem Sigmundur var að segja, það vissulega það að ræða að það lækkun varðandi þá sem hafa þurft að bera ofurkostnað, en það eru fleiri sem þarf að huga að í þessu kerfi og ég minna á það að það stóð upp úr hverjum einasta manni í aðdraganda kosninganna að þessi greiðsluþátttaka sjúklinga í heilbrigðiskerfinu, þar sem að menn geti ekki snúið sig við á þessu opna veskið eins og menn þekkja, að það væri eitt af þeim forgangsmálum sem að menn vildu setja hér á oddinn. Það búið að taka á því, það þarf að gera meira. Ég ætla að nefna Sósíalistaflokkinn sem verið að stofna á morgun. Nema von þó hann sé að verða Nei, ég segi bara, mér finnst ekkert óeðlilegt að þessar skerpislínurnar í íslenskri pólitík þegar staðan svona eins og við höfum verið að ræða hér núna. Mér finnst það bara eðlilegt að það rísi upp harðari krafa aukna félagshyggju. Þó ég sé ekki Sósíalistaflokknum, það allt annað mál. Nei, þú varst nú að þingi verið Samfylkinguna, svo náttúrulega til flokkur núna sem heitir Vinstri græni sem með 25% fylgi. Já, en hefur samt verið að færa sig meira inn á miðjuna og verið meira, ég veit ekki, það komið ákall finnst mér félagshyggju á Íslandi og ég ekkert hissa þó að því kalli sér svarað með stofnun þessa flokks. Já, svo náttúrulega má kannski segja að þetta sé svolítið það sem heitir one man show og fær svona athygli svolítið út á það. Er þetta eitthvað annað en það? Menn þetta eitthvað annað en það sem þú segir? Ég meina, er það í raun að vera einhver krafa hér að það sé eitthvað lausnar orð fyrir íslensk samfélag sem heitir sósíalismi? Er mönnum alvara með þessu? Þóra Kristín. Já, ég meina það gleymir stundum í umræðinni svona lukkuriddara og one man show og populisma og nýja flokka að
að stjórnvöld, að ég meina að þetta ástand, þar sem að línurnar í pólitíkinni að skerpast og þar sem að fólk að verða kannski róttækara í hvora áttina sem það ekki bara kannski vonlausum fjölmiðlum að kenna eða upplýsingagjöf sem ekki að standa sig eða fölskum fréttum sem hafa nú verið mikið í umræðunni, heldur eru sko stjórnmálamenn berrasaðir. Við erum til dæmis hérna á Íslandi, við erum með dýrustu stjórnmálamenn næstum því á Vesturlöndum. Samt það þannig, eins og við höfum verið að tala um hérna í dag, að þetta fólk, það getur ekki staðið undir þeirri kröfu að reka hér opinbert heilbrigðiskerfi, sem í rauninni fyrir alla. Það getur ekki staðið undir því að reka hér almennilegt skólakerfi. Það getur ekki staðið undir því að reka hér réttlátt samfélag. Ég fagna því ef þarna fleiri öfl, hvort sem að menn vilja kalla sig krata, sósíalista, anarkista, pírata, ef það koma fram öfl í pólitíkinu og í umræðinni sem að vilja setja mannúð og jöfnuð og orðið. En svo náttúrulega spurningin með alla sundrungin og klofningin, ef að stór pólitísk vængur alveg sko margklofin og þverklofin, þá er það mjög ólíklegt að hann komið til valda. Þetta bara eðlileg gerjun. Ég meina það að verða mikill klofningur og miklar hreyfingar á hægri vængnum líka, sjáðu. Hvað Björt framtíð og Viðreisn? Þetta eru hægri flokkar. Í reynd. Nei, hvað Donald Trump og hvað Penn? Já, svo það. Það kannski ennþá meiri róttækni og það náttúrulega líka svar við þessu ástandi sem fólk finnst ríkja. Þá ekki ástæða til að fagna því að það komi fram einhverju svona, hvað við segja, populistaflokkar eða valkostir hægri og vinstri populist sem að setja mannúð á vandinn. En við náttúrulega byttum illa á nálinni með hægri og vinstri populisma hér á árunum fyrir seinni heimsstyrjöld til dæmis. En ég held nú ekki að Gunnar Smári sé að fara að hrinda á stað nýrri heimsstyrjöld. Og mér finnst þessi við aðteklina sem hann hefur fengið í fjölmiðlum, þá ætti hann kannski að hrinda á stað allavega einni heimsstyrjöld, allavega að vera með reinan meirihluta í skoðanakönnunum, en hann ekki með það. Samt virðast stjórnmálaflokkarnir óttast hann meir en allt annað, hann allstaðar í umræðunni. Ég held að sé vegna þess að þetta fólk, ég meina það skynjar að það algjörlega gelt. Það ætti bara að taka til heima hjá sér. Það ætti að endurskoða erindi sitt við almenning. Þá hefur það ekkert að óttast. Áttu við Vinstri græna þá líka? Ég á bara við alla stjórnmálaflokka á Íslandi. Stóri flokkurinn á Vinstri vagnum, sem Vinstri grænir eru 25% Ég á bara við alla stjórnmálaflokka á Íslandi. Stjórnmálaelituna, hún ætti að skoða erindi sitt við almenning. Hann að mistakast. Ég held líka að íslenskur almenningur, þar sem hann þráir núna, það eru eitthvað sem heitir heilindi í stjórnmálum, að þetta treysta einhverju frá því fyrir kosningar og fram yfir kosningar. Íslenskur almenningur bara orðin verulega brenndur og bara orðin verulega brenndur af innihaldsleysi íslenska stjórnmála. Vandinn þessi að vinstri flokkarnir hafa brugðist. Vinstri flokkarnir hafa brugðist á Íslandi svo áratugum skiptir. Þeir eru með sín stefnumál klár, en þeir finna þeim ekki í framkvæmd. Þeir elta Sjálfstæðisflokkinn, hafa elt Sjálfstæðisflokkinn svo áratugum skiptir, sem hefur getað deilt og drottnað, sakir þess kraft sem hann hefur verið í, og dæmi flokka eins og Samfylkinguna, eins og Vinstri græn, þau hafa ekki rækt sín stefnumál, þau hafa ekki komið þeim til framkvæmda, þau hafa talað en ekki komið þeim til framkvæmda. Og almenningur, hann orðinn svolítið þreyttur á því að flokkar sem tala fyrir betra samfélagi, þegar þeir komast til valda, ég þekki þetta sjálfur, hafandi verið á þingi, þeir hrinda ekki sínum málum í framkvæmd. Þeir breyta ekki kerfinu og þeir viðhalda greiðslu þátttöku kerfi. Þeir viðhalda mismunin í samfélaginu. Þeir viðhalda kerfinu sem hefur verið komið hér á af embættismönnum og hægri flokkum. Þeir breyta, þannig að almenningur er óskaplega þreyttur á þessu og fyrir viki hann kannski að færast lengra til vinstri. Þú telur að sósíalistaflokkurinn eigi þá erindi? Ég held að hann eigi erindi. Ólafur? Ég vildi bara segja þetta að það svolítið áberandi munur á því sem var sagt hérna fyrir kosningar og því sem gert eftir kosningar. Og það væri kannski svona ákveðin byrjun að leita eftir aukinni samsvörun þarna á milli, fyrir utan alltaf allt hitt sem þarf að gera. Það þarf auðvitað að styrkja hér margvíslega innviði í þessu samfélagi það þurfa líka að verða svona skarpari skil á milli stjórnmála og viðskipta og alls þessa eins og við þekkjum. Já, það var gaman að hafa ykkur hérna með mér. Við höldum hér áfram rétt eftir með Benedikt Jóhannesson, fjármálaráðherra, og Helgu Arnardóttur frá Samtökum ferðaþjónustunnar, og svo það
heimsbylting í lífvísindum sem í lok þáttarins. Hér eru Benedikt Jóhannesson, fjármálaráðherra og Helga Árnadóttir frá Samtökum ferðaþjónustunnar. Sælverði, við ætlum að tala vaskinn á ferðaþjónustunum og kannski svolítið almennt ferðaþjónustunum líka. Benedikt, virðisaukaskattur á ferðaþjónustunum verður hækkaður samkvæmt ríkisfjármálaáætlun og þú heldur því fram fullum fetum að greinin beri þessa skattahækkun sem hún úr 14% upp í 22,5%. Já, reyndar 11 en það 11, já. 11 er lægra þrepi núna. Já, það sem hefur verið náttúrulega ferðaþjónustan hefur verið í lægra þrepinu sem mönnum hefur þótt eðlilegt vegna þess að þetta hefur verið grein sem hefur verið svona, var ekkit sérstaklega stór fyrir 6-7 árum og svo hefur hún eins og vaxið alveg gífurlega mikið eftir eldgosinn, Eyjafjallajökli og Holuhrauni. Þetta hefur náttúrulega verið stórkostleg auglýsing, vaxið svo mikið að hún farin að ryðja öðrum greinum út. Það voru milli 3.000 og 4.000 mann sem bætast í greinin á ári af störfum og hún orðin 8% af vergri landsframleiðslu og 27% ef maður horfir á svona afleitu áhrifin og þá nú eðlilegt að hún sé í sama skattaumhverfi eins og aðrar greinar finnst okkur. Það þannig, ef við tökum virðisaukaskattinn sérstaklega, þá borgar ferðaþjónustan eða borgaði í fyrra rétt rúma 5 milljarða í virðisaukaskatt í þessum greinum þar sem áformað að breyta skattinum sem milli 2,5% og 3% en það var auðvitað eðlilegt að hún skilaði það bil 8% svona eins og hann og skulum ekki gleyma því að þetta hefur haft gífurleg áhrif á hagkerfið, þessi mikla aukning og þessi hraði vöxtur, þannig ég held að skipti miklu máli að dempa vöxtinn og breytingin líka liður í því, þetta svona efnahagsaðgerð þar sem við erum meðvitað að reyna að dempa vöxt ferðaþjónustunnar. Auðvitað allir mjög ánægðir með að það gangi vel, það sé gangur í greinni, en þegar eru 2% hækkanir ár eftir ár og meira sé að fyrstu 3 mánuði ársins, það var 40 og eitthvað % fjölgun á gistinóttum í janúar og núna nýjustu tölur frá því í mars voru 17% aukning á gistinóttum. Þetta fara að nálgast mettunarmörk. Helga, þetta náttúrulega dálítið sterk rök hjá Benedikt að þessi gríðarlega öri vöxtur, annars vegar það hvort það þurfi ekki að dempa þennan vöxt og hins vegar hvort að greinin sé ekki bara hreinlega aflögufær. Þetta eru rök en við teljum að hluti þeirra allavega haldi ekki vatni og ástæðan svo að hann talar að ein ástæðan sé svo að það þurfa að dempa vöxtinn. Það sannarlega búin að vera mikill vöxtur í fjölda ferðamanna núna síðustu ár. Það að dempa vöxtinn, þetta ekki stýritæki til þess á okkar mati. Það verið að tala að dempa vöxtinn, hvaða greiningar liggja þar að baki? Þarf að dempa vöxtinn út á landi, þarf að dempa vöxtinn við vetratímar og svo framvegis. Auðvitað þarf að skoða þessa þætti miklu meira grundigt og gera þá viðeigandi ráðstafanir og við teljum að sjálfsögða séu miklu betri stjórntæki til þess að ef það verið að horfa á þetta út frá vaxtaþættinum og það nú líka athyglisvert að Benedikt segi þetta vegna þess að þegar fjármálaáætlunin var kynnt að þá átti þetta ekki að hafa áhrif á fjölda ferðamanna þannig að þarna hefur orðið 180 gráðu viðsnúningur. Nú svo hefur verið að tala að greinin sé orðin það stóra, hún eigi þess vegna að fara í efra virðisaukaskattsþrepið. Í virðisaukaskattsþrepið ekki sett upp þannig að stóru greinarnar séu í efsta þrepi, svo milligreinarnar í miðjuþrepinu og svo í núllþrepinu minnstu greinarnar. Þetta ekki, kerfið virkar ekki svona. Virðisaukaskattskerfið þannig að það eru 3 virðisaukaskattsþrep. Svo erum við með undanþágu frá virðisaukaskatti og þar nú 30% af öllum greinum landsins inni.
Stærstu greinarnar eru í núllþrepinu, það að segja aðrar útflutningsatvinnugreinar en ferðaþjónustan, þær eru í núllþrepi, það að segja þær greiða engan útskatt en geta greitt innskatt. Við erum hins vegar í lægra þrepi og af hverju? Það er út af samkeppnissjónarmiðum, það að segja ferðaþjónustan í öllum okkar samkeppnislöndum þar sem eru 2 skattþrep í lægra þrepi að samkeppnissjónarmiðum. En ferðaþjónustan aflögufær? Ef þú bara horfir á það og menn myndu horfa á það og þetta eðlileg spurning vegna þess að fjöldinn hefur verið að aukast til muna, þá svo mikilvægt að gera greiningar. Ef þú horfir á afkomu fyrirtækjara, þá hefur hún verið að versna. Og af hverju hefur hún verið að versna? Jú, af því við sjáum það bæði út af þessum 20% höggum sem ferðaþjónustan hefur verið að kljást við hvað var að bæði styrkingu krónuna og launahækkanir og við skulum ekki gleyma því að ferðaþjónustan er mjög vinnuaflsfrek atvinnugrein. Svo það líka, það eru þessi 2 þættir og það var annar þáttur sem ég ætla að minnast á þetta líka, en þessir þættir skipta gífurlega miklu máli og annað líka að greinin er búin að fjárfesta alveg svakalega fyrir 109 milljarða í fyrra einmitt til að geta tekið á móti þessum ferðamönnum, byggt upp þá innviði sem svo nauðsynlegir eru og maður auðvitað myndi vilja sjá stjórnvöld koma í ríkari mæli inn í þá uppbyggingu. Þessir þættir sýna okkur svart á hvítu, já og svo það neysla ferðamannana, hún er bara að breytast, neyslumunstrið er að breytast. Af hverju? Vegna þess að það að þú farir í frí til útlanda, þú ert með ákveðið svona áætlun hvað þú ætlar að ráðstafa miklu af þínu fé í þinni heimamynt og menn hreinlega eru farnir að breyta neyslumunstrinu og það eru þessir þættir sem við mestar áhyggjur af. Og borða minna, borða ódýrar og vilja, já hvað? Þú væntanlega þekkir það og líka þeir ferðast fjær frá höfuðborgarsvæðinu, þeir fara í styttri ferðir og svo framvegis. Þess vegna gengur þessi umræða, hún gengur ekki upp að þetta er ekki í línu við stefnu stjórnvalda hvað varðar uppbyggingu á ferðaþjónustunni. Já, þetta er ekki alveg rétt vegna þess að á fyrsta fundi þá sögðum við að þetta myndi væntanlega ekki leiða til fækkunar ferðamanna, þannig við höfum alveg verið sjálfum okkur við það, við teljum þetta dempa vöxtinn, þannig að þar er alveg sama stefna áður. Og er nauðsynlegt að dempa vöxtinn? Já, það er alveg nauðsynlegt vegna þess að þetta reynir mjög mikið á innviði, bæði á ferðamannastöðunum, á vegunum, vegakerfinu sem við viljum auðvitað byggja upp og það er auðvitað okkur mjög mikilvægt sem þjóð að við skilum landinu jafngóðu eða betra til framtíðar eins og við tókum við því og við verðum að horfa á það að því nú segir ferðaþjónustan þetta mun valda okkur alvarlegum búsifjum. Í fyrra var verðbólga á Íslandi rétt 1,5%, milli 1,5% og 2%, en hvað hækkaði verðlega mikið í ferðaþjónustunni? Það hækkaði 11% ofan á hækkunna sem verður fyrir erlenda ferðamann út af styrkingu krónunnar. Þannig að það er náttúrulega, og hvaða afleiðingar hafði það? Það hafði í för með sér rétt tæplega 40% fjölgun ferðamanna í fyrra og hún heldur áfram, ekki alveg á sama hraða og það er ágætt. Þú meinar að ferðaþjónustan sé bara að taka til sín meira? Ferðaþjónustan hefur tekið til sín meira af tekjum. Það er það alveg rétt sem forráðamenn ferðaþjónustunnar og einstakir aðilar í ferðaþjónustunni benda á að dreifingin hefur ekki verið jöfn yfir landið. Það er víða til dæmis á Austfjörðum og Vestfjörðum að þar hefur ekki verið sambærileg aukning við það sem hefur verið á höfuðborgarsvæðinu, sérstaklega í vetrarferðamennsku. En annars staðar þá kom ánægjulega fréttir, það kom til þess fréttir það frá sveitarstjóranum við Mývatn að þar væri nánast allt upphandað frá því núna í maí og bara fram á haust. Þannig auðvitað er þetta misjafnt, en við ætlum að segjum, þá verðum að bregðast við því með því að auglýsa þessi svæði, efna til markaðsherferðar og ég held að sé mjög ánægjulegt að stóru fyrirtækin og forysta ferðaþjónustunnar ætlar að styðja þá þessi veikburðasvæði í því og ríkisvaldi í því að styðja þau. En er þetta ekki eitt kjarnamál? Það er alveg kloss uppselt á Suðurlandi og partur á Suður- og Vesturlandi og við Mývatn og hugsanlega kannski á Akureyri, en svo eru önnur svæði það sem eru miklu færri. Akkurat og það er það sem við erum að segja. Ef að markmiðið er að dempa eða fækka ferðamönnum, þá er þetta ekki stýritæki til þess. Við eigum að horfa til skipulags, aukins skipulags, álagsstýringar og þess áttar. Nú,
Svo það annað sem það að fara að tala að svo þá að sérstaklega fara að markaðsetja landshluta og svo framvegis. Þetta bara algjörlega í mótsögn við stjórnarsáttmála. Það verið að tala það að það eigi að draga úr ívilnunum, það eigi að horfa á skilvirkara kerfi og svo framvegis. Þetta auðvitað bara til þess að flækja hlutina. Það ekki bara það, svo kemur þar mjög skýrt fram að það þurfa að tryggja gagnvart ferðaþjónustunni, aukna arðsemi hennar. Af hverju? Jú, út af því auðvitað það ein heilbrigða leið til þess að auka verðmætasköpun í landinu og þannig fjármagn til ríkisins. Það að ætla með einu pennastriki að leggja 20 milljarða skattaálögur til viðbótar, það 4 sinnum veiðileyfagjald á ári til þess að í raun og veru að dempa kraftin úr greininni, minnka þannig til framtíðar gæði og annað, menn hafa ekki efni á að fjárfesta og svo framvegis. Þetta verður til þess að verð og gæði fari ekki saman, neikvæðni eykst, ímynd og orðspor versnar. Þetta leiðin sem að stjórnvöld vilja fara. Við getum ekki sætt okkur við svona vegferð, menn verða að gera greiningar, átta sig á stöðunni, hverjir möguleikarnir eru, út af því ég held að þetta verði, ég geti haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir greinina. Þetta nefnilega þannig að virðisaukaskattur neysluskattur. Það leggst á þann sem að notar þjónustuna og hver eru það sem að nota einkum ferðaþjónustuna? Það eru erlendir ferðamenn. Þeir hafa verið að borga þá að meðaltali lægri neysluskatt heldur en Íslendingar. Það kemur nú þannig út með við útreikninga og okkar vönduðu greiningar sem við höfum gert í ráðuneytinu að kostnaðurinn fyrir ferðamenn hækkar svona milli 4 og 5% vegna þess að þetta rétt rúmlega 40% sem þessir þættir vega sem að hækka þarna, að annað verður óbreytt og svo náttúrulega lækkar allt saman í 22,5% árið 2019. Þannig að það mjög óeðlilegt að við séum að mismuna þarna nánast eftir þjóðerni, að það sem að útlendingar nota mikið það sé í lægra virðisaukaskattsþrepi. Áhrifin á neysluverðsvísitöluna þegar við breytum þessu eru 0,06%. Það sýnir hvað þetta að litlum hluta Íslendingar sem nota þessa þjónustu. Hins vegar þegar við lækkum virðisaukaskattinn aftur að þá eru áhrifin rétt tæplega 0,5% lækkun á neysluverðsvísitölu sem kemur þá inn til þess að bæta kjör almennings. Og ég held að langflestir átti sig vel á sig. Jafnvel innan ferðaþjónustuna þar fæ ég pósta og segja menn, við auðvitað áttum við von á þessu. Það gat ekki verið þannig að við yrðum í lægra þrepi endalaust í ferðaþjónustunni. Þetta mótmælum við en það hafi ekki alltaf miklar áhyggjur af því. Ég veit það eins og á þessum svæðum og mér finnst það miður að það skulle vera gert lítið úr því að það eigi að efla markaðsátaka á þessum svæðum. Við sögðum einmitt að draga úr ívilnun, þess vegna drögum við úr ívilnun til ferðaþjónustunnar almennt, en auðvitað viljum við byggja upp markaðinn vegna þess að það dreifir álaginu landið, það gott fyrir okkur. Þú ert alveg harður á því að þetta verði ekki tekið tilbaka? Nei, það engin ástæða til þess, en það það eins og Helga sagði, við ætluðum að draga úr ívilnunum, við ætluðum að hugsa almannahag framar sérhagsmunum og því fylgjum við í þessu máli. Við erum ekki hér að tala sérhagsmuni, við erum að tala stóru myndina. Við getum ekki sætt okkur við þær greiningar sem Benedikt að tala þessar verðtekni greiningar sem hann nefnir. Það miðað við allt annað sé óbreytt. Neyslumynstur ferðamannsins og svo framvegis. Menn verða að kynna sér þessa grein til hlítar til þess að átta sig á mögulegum áhrifum og það það sem við höfum áhyggjur af. Hann talar þessi neysluskattur, jú það alveg rétt, en það skiptir ekki máli í stóra samhenginu. Það gífurleg samkeppni á milli áfangastaða ferðamanninn og þess vegna mikil verðsamkeppni. Ég velti því fyrir mér, ef að þetta markmiðið, þá hefur ríkið miklu betri tæki. Horfum á það. Fjármálaráðherra boða þessar breytingar. Á sama tíma fer hann fyrir Isavia sem starfar samkvæmt lögum og í þeim lögum kemur fram að Isavia á að hámarka tekjur sínar eins og hægt Auðvitað hleypur þess vegna Isavia, fjölgar flugfélögum til landsins eins og hægt til þess að auka tekjur sínar. Þetta náttúrulega hróplegu ósamræmi, annað mál. Við erum í góðu samstarfi við stjórnvöld að markaðssetja landið til að fjölga ferðamönnum allan ársins hring út allt land. Þessar breytingar eru sérstaklega gerðar til þess að veikja byggðarlögin og landsbyggðina, þannig að
þetta allt saman í einu stórkostlegu ósamræmi og við getum bara ekki sætt okkur við það þegar það er engin stefna og engin sýn varðandi þessa mikilvægastu atvinnugrein landsins. Sko það náttúrulega flugfélagin að dæla hérna inn fólki alveg í stórum stíl og svo náttúrulega talaðum að Keflavíkurflugvöllur sé sennilega bara eins og ég nefndi á það, maður hryllir eiginlega við að fara í gegnum Keflavíkurflugvöll í sumar eins og ástandið virðist alla vera þar. Já, það er alveg rétt hjá þér og það hefur verið mikið álag en ég held að starfsmenn þar eigi hrós skilið og það hefur þó gengið vonum framar en þarna eins og ég nefndi við þig, ef að menn ætla í alvöru æfingar til þess að fækka ferðamönnum eða tempra straumum eða annað, þá fara menn í þessi verkefni, skoða hvert hlutverk í Isavia, eiga þeir að vera dælin hérna flugfélögum eins og hægt hvernig ætlum við að fjölga ferðamönnum landið, allan á sér og svo framvegis, það að veikja fyrirtækin, draga úr þeim allan mátt, það er ekki vænlegt til árangurs. Lokaorð. Já, ég held að meginmálið í þessu og þetta er hluti af stefnu stjórnvalda að reyna að stemma stigu við styrkingu gengisins. Það fer illa með ferðaþjónustuna allt land, það fer illa með sjávarútveginn, fer illa með allar samkeppnisgreinarnar. Ef það tekst að tempra fjölgunna, að þá mun það vera einn liðurinn í því að stöðva þessa styrkingu gengisins og það er okkur öllum til góðs og þar með talið ferðaþjónustunum ekki síst henni. Þetta er bara ekki rétt leið af markinu. Helga og Benedikt, takk fyrir að koma í þáttu. Nú ætlum við að tala erfðatækni, líftækni og stóra breytingar á því sviði. Hingað er komin Erla Magnúsdóttir, sæl verð þú. Þú ert dósent í líftækni. Í líffærafræði og lífeindafræði. Og lífeindafræði, já. Við ætlum að tala um CRISPR og þetta er ótrúlega merkilegt fyrirbæri CRISPR. Já, og hérna, þetta er stór bylting í erfðatækni, stór bylting í læknavísindum og eiginlega bara stórt efni sem við þurfum að hugsa mjög djúpt. Algjörlega. Því þetta er svo mikið, ég var að hlusta á alveg rosalega skemmtilegt podcast um þetta. Amerískt podcast og þar sem var talað að sko vísindamenn væru svo spenntir fyrir þessu, það væri til þess að nota þetta til að breyta litlum hund í stóran hund. Já, það er kannski ekki alveg svo einfalt en þetta er ótrúlega öflug tækni og hún kannski aðallega út af því að hún er svo rosalega skilvirk og nákvæm að hún sprettur ekki upp á tómarúmi. Við erum búin að vera að erfðabreyta spendýrum alveg í áratugi. En núna er það allt í einu orðið svo skilvirkt og það er fullt af hlutum sem orðnir miklu auðveldar en þeir voru áður. En hins vegar þá má ekki gleyma því að við þekkjum erfðamengi lífvera ekki nógu vel til að við getum bara hannað þær sér svona sko. En hvað er CRISPR? Já, CRISPR er það var upphaflega uppgötvaðist af því að það voru vísindamenn sem voru að rannsaka hvernig bakteríur verjast veirusýkingu. Og þannig að menn uppgötvuðu það að það eru ákveðin sameindaskæri sem að bakterían notar til þess að klippa erfðaefni vírusana niður til þess að drepa þá, til þess að verjast sýkingum. Og svo voru vísindamenn sem uppgötvuðu það að það væri hægt að nota erfðaverkfræðilegar aðferðir og endurhanna þetta bakteríukerfi til þess að láta þessi sameindaskæri klippa hvar sem er í erfðamenginu og þar af leiðandi breyta genavirkni. Clustered regularly interspaced short palindromic repeats. Nákvæmlega, það er frekar stórt og þungt nafn og segir raun og veru ekkert ofboðslega mikið sko, þannig að og jafnvel þó myndi að þýða yfir á íslensku að það væri ekkert
skiljanlegra sko, en þetta nafn vísar til svona ákveðna raða í bakteríuerfðamenginu sem eru nýttar til þess að verjast vírusum. En svo prótein sem heitir Cas9 sem svona vinnuhesturinn og vinnur með. Og ber þetta á milli? Já, ber þetta á milli. Þannig að það sem við gerum að við hönnum RNA-sameindir sem að þekkja ákveðin stað í erfðamenginu og binst við skærin, Cas9 sem eru skærin og það klippir. Og svo þegar það er búið að klippa erfðamengi í frumu að þá taka við viðgerðarmekanismar frumur eru að gera við alveg stöðugt erfðaefni. Við erum alltaf að stökkbreyta erfðaefninu og það eru mjög nákvæmir mekanismir í frumunum til þess að gera við það og við erum að nýta okkur það að frumurnar gera svo við og þá getum við sagt frumunum hvernig það er að gera við þannig við getum breytt og rosalega nákvæman hátt. Þetta getur algjör bylting í læknisfræði? Já, svo sannarlega af því að það er hægt að samhliða nefnilega þessum breytingum þá er orðið gjörbylting í stofnfrumurannsóknum og þekking okkur á stofnfrumum. Þannig að við bindum svona vonir við að það verði hægt að nota stofnfrumur, til dæmis hægt að taka frumur úr einstaklingi í dag og breyta þeim í stofnfrumur og þá er hægt að erfðabreyta stofnfrumunum og ég vil breyta hann tilbaka í að taka húðfrumu erfðabreytinni og breytinni svo kannski í vöðvafrumu en þetta er allt saman pælingar í það. En þetta, við erum að tala hugsanlega eitthvað sem hægt að nota gegn krabbameini, við erum að tala erfðasjúkdóma eins og Já, til þess að Duchenne vöðvarýrnun eða svona MS og svo framvegis. Já, þú veist, ég myndi segja erfðasjúkdómanir, það er svona eitthvað sem maður er svona aðeins meira hikandi við en til dæmis eins og menn hafa látið sér menn eru að skoða að mann geti notað þetta til þess að drepa HIV-veiruna í blóðfrumum en líka bara að skemma viðtakan sem HIV notast til að komast inn í frumurnar og þannig lækna alnæmi. Það er bara hugmyndaflugið er takmarkandi fyrir það en ekki sjálf tæknin fyrir hvað er hægt að gera í raun og veru en við erum samt við tölum alltaf sem vísindamenn að þetta sé svo rosalega skilvirkt og nákvæmt og ódýrt en það er þá alltaf miðað við fyrri tæknir og það er aldrei ódýrt að taka fósturvísu og breytunum og það þarf alltaf heilt heimi af vísindamönnum og tæknifólki og svo framvegis þannig að þetta er gjörbylting miðað við hvað var hægt að gera áður. En þetta er að gerast mjög hratt. Jú, algjörlega. Þetta er nýtt og þetta er að gerast óbúslega hratt. Já, algjörlega og það voru til dæmis núna kínverski vísindamenn sem að erfðabreyttu mennskum fósturvísum. Þannig að og þá náttúrulega bara þarf aðeins að taka smá pásu og spóla tilbaka og spá í svona á hvaða leið við erum en það má heldur ekki gleyma því að það eru vísindasiðanefndir alls staðar í heiminum og þú gerir aldrei svona tilraunir í leyfisleysi vísindamenn setja mannár sitt í spil við tilraunir sem þeir gera og menn halda ekkert áfram í blindni heldur þarf að sækja leyfi til að gera ákveðna hluti. Við erum samt með þetta er ofsalega mikið að gerast í þessu í Kína og ég veit ekki kannski með siðanefndirnar alls staðar þar. Við erum að tala tæknin þess sem eru hægt að nota til að búa til hærri manneskjur, til að búa til gáfaðri manneskjur, til að búa til manneskjur sem eru með annan auglit. Það er hægt að hanna manneskjur í raun og veru og það er ekkert langt undan í þessu. Já, ég myndi segja að það að geta hannað mannesku er töluvert langt undan að því við bara hreinlega skiljum ekki erfðamengi nógu vel og ef þú til dæmis erfðabreytir ykkur geni og þú ætlar að hækka greindarvísitölu hjá mannesku að því öll genin í líkamanum á okkur hafa svo mörg hlutverk þá getur þið verið að skemma eitthvað annað í leiðinni. Þannig að það þarf að fara alveg ofboðslega varlega í einhvern veginn þannig tilraunir en það sem að menn gera í dag eins og það líka vísindamenn í Bretlandi sem hafa fengið leyfi til þess að erfðabreyta mennskum fósturvísum og þá erum við að tala fósturvísa sem hafa orðið afgangs við tæknifrjóvgun sem á að farga og þá er þeir erfðabreyttir í rannsóknarskyni til þess að rannsaka ófrjósemi og hvað svona fósturvísar deyja flestir bara langt áður en að þeir hreiðra sig inn í leg og svo framvegis. Þannig að það er verið að erfðabreyta fósturvísum vissulega en í rannsóknarskyni og það er mjög stórt stökk þaðan og ætla svo að fara að kynbæta fólk. En Jennifer Doudna sem er kynbæta fólk. Jennifer Doudna sem er einn af höfundum þessara tækni og hún kallar eftir stöðvun, moratórium á rannsóknum á mennskum fósturvísum.
Hún fer alveg ofboðslega varlega og á mörguleiti þá skilur maður hún uppgötaði þessa aðferð og allt í einu sér hún hana springa út og allan æsingin í kringum hana og þannig að maður skilur það alveg að henni finnst hún hafa svona opnað eitthvað Pandoru box. Ég ekki alveg sammálinni, ég myndi ekki segja að við ættum að stöðva rannsóknir á mennskum fósturvísum en náttúrulega gera þá í mjög þéttu siðferðislegu umhverfi og reglu umhverfi og til dæmis á Íslandi að þá myndi ekki mega að gera þetta, þá myndi þurfa að breyta lögum svo að þetta væri hægt. Þannig að þetta ekki eins og þetta sé heldur að gerast í tómarúmi. Og reyndar UNESCO hefur líka talað þetta, að banna þessa ritstjórn á erfðaefninu. Sko, en svo náttúrulega samtök vísindamanna í Bandaríkjunum sem gáfu út risastóra skýrslu fyrir stuttu síðan, þar sem að þeir segja sko að það eigi að fara varlega en að menn vilja ekki banna hluti og ástæðan fyrir að menn vilja ekki banna hluti er að við viljum ekki loka á dyr. Við viljum ekki loka á að sé hægt að hjálpa fólki, að við viljum ekki loka á það góða sem að tækni getur lyft að sér. En það er sama, ég meina þú getur skadað fólk með rafmagni en sem betur fyrir ákvaðum við ekki á einhverjum tíma að við myndum ekki þróa rafmagnstæknin áfram. Við erum með annars vegar tækni sem getur hjálpað okkur að lækna sjúkdóma, hræðilega sjúkdóma, náttúrulega stórkostlegt, en við erum líka með tækni sem hægt að misnota hugsanlega illilega. Já, en sko, vissulega væri það hægt, við gætum það ekki í dag og í dag 20 ár fram í tíma, þetta er gert svo hratt. Já, 20 ár fram í tíma, þá er kannski einhverja líkur á því að CRISPR sé orðið það nákvæmt að myndi treysta okkur til að erfðabreyta mennskum fósturvísi og vera vissum að hann sé ekki með erfðagalla sem myndist í leiðinni. Við getum það ekki í dag og við raun og veru vitum ekki alveg hvort við komumst eitthvað til hann þangað. Það er hægt að erfðabreyta músum og öpum af því að við vegum áhættuna öðruvísi þegar við erum að erfðabreyta tilraunadýrum að þá vitum við að það getur orðið mistök en þeir ekki við lítum ekki svona þungt á þau eins og þegar við erfðabreytum mannfólki. En svo náttúrulega allir, sko, í þessu frábæra podcasti sem ég hlustað á, það til dæmis það sem í bandarískum vísindaþætti, þar talað sko genadrif líka og það mjög spennandi, sko, en þar var til dæmis talað dæmi að það væri hugsanlegt að nota það til þess að útrýma malaríusmiti úr moskítóflugum. Nákvæmlega. En svo gæti það verið jákvætt, en síðan gæti verið einhverjar hliðarverkanir af því sem væru alveg skemmtilegar. Sko, já, og þetta er eitt af því sem mann að horfa til, að það verði hægt að búa til úr CRISPR genadrif sem að dreifi sér hraðar inn í populásjónir af dýrum þannig að það taki yfir og menn að horfa til þess að verða hægt að drepa moskítóflugur með því að setja svona genadrif inn í þær. Þetta breiðast til kynslóða? Já, mjög hratt. Miklu hraðar heldur en gerist bara með venjulegum erfðum. En sko og þetta heldur ekki alveg í tómarúmi, það eru fyrirtæki og góðgerðarstofnanir sem eru til dæmis í Suður-Ameríku í dag með erfðabreyttar moskítóflugur og þau hafa náð stórkostlegum árangri í að drepa moskítóflugur til þess að koma í veg fyrir dengifífur í Suður-Ameríku. Þannig að menn eru á því nú þegar og svo hins vegar að þá bara fyrir 2 mánuðum síðan að þá voru birtar greinar sem að sýndu fram á það að þetta er ekki svona einfalt og að það kemur ofboðslega hratt upp þol gegn CRISPR í moskítóflugum þannig að það dettur niður genadrifið var sloknar á því. Þessi virkni erfist ekki svo örspilli kynslóða? Já, af því að CRISPR sko við segjum að það sé rosalega nákvæmt en það er ekki 100% nákvæmt og það skemmir sjálft sig og svo líka verður náttúruval þannig að stofnar einangrast og hætta að geta maka sér aðra stofna því að frumur á moskítóflugunum það þróa með sér svona eitthvað þol sem að náttúrulega erfist miklu hraðar af því þá lifa þær betur af heldur en hinnar. Þannig að þetta er ekki, sko, menn að tala eins og þetta sé bara vísindaskálsaga sem að gerast núna, en það er ekki það einfalt og það er svo margar svona hindranir í veginum að það er ekki víst að þetta verði nokkuð tímann að veruleika. En það þarf að ræða siðferðishliðarnar á þessu? Vissulega. Og þær eru helstar svona, hvað myndur segja séu helstu siðferðishliðarnar? Já, helstu siðferðishliðarnar eru náttúrulega
þetta með mennska fósturvísa og hvernig við ætlum að höndla það, hvernig ætlum við að leyfa erfðabreytingar í tilraunaskyni til þess að rannsaka til dæmis ófrjósemi eða fyrstu vikur fósturþroska til þess að skilja betur hvernig manneskjan virkar, ætlum við að leyfa það eða ekki og ætlum við að leyfa erfðabreytingar til að leiðrétta erfðasjúkdóma í fósturvísum. Það svona stærsta siðferðisspurningin og svo náttúrulega líka með genadrifin, ætlum við að sleppa erfðabreyttum lífverum út í náttúruna eða ekki. En þetta svona 2 stærstu málin sem þarf að ræða. Þetta ótrúlega heillandi. Þetta podcast sem ég var að hlusta á bandarískt, það alveg frábært, ég man nú ekki slóðun og ég held ég bara fyrir að setja það einhvern veginn á netið á eftir. Nákvæmlega. Góður hugveikjandi þáttur, kannski pínlítil meiri sensasjónalismi en þú ert með. Já, og það eru alveg fleiri vísindamenn sem hafa hlustað á nákvæmlega þetta podcast, sammála mér að það hafi gert svolítið mikið úr hættunni án þess að tala að hún kannski ekki svona ógnandi og akkurat núna og svo framvegis að hlutirnir, þó að þessi vísindamenn hafi fengið alveg frábærar stórar hugmyndir að þá lífverurnar ekki alveg svona einfaldar að sé hægt bara á einfaldan hátt út í bílskúr að bara tvíka þær einhvern veginn, Þannig að þetta En það sem tala með þessi ódýr tækni, Já, hún ódýr miðað við fyrri tækni og við þurfum alltaf að vera að spá í, hvernig, við hvað við erum að miða. En það alltaf dýrt að erfðabreyta fósturvísum, það alltaf dýrt að erfðabreyta moskítóflugum. En erfðabreytingin sjálf tiltölulega. En svona fólk eins og ég alveg úrelt eftir 100 ár. Annars fólk mannkinn. Nei, ég hugsa það ekki. Heyrðu, takk fyrir að koma í Kærar þakkir. Við erum búin í dag, verðum að vikuleiðinni. Takk fyrir að horfa.